Góða kvöldið kæru áhorfendur, Örn Arnarsson heilsar ykkur hér fyrir hönd IA TV. Þetta föstudagskvöldið, en einu sinni frábær skemmtun framundan hér. Toppleikur í fyrstu deildinni, IA Breiðablik. Þessi lið með jafnmörg stig, bæði með 8 stig. Blikar þó eru settir á stigamun í 3. sætið. Skagamenn í 5. sætið og millið þeirra situr síðan Hamar. Bæði lið að koma úr tapleik eftir að IA hafði unnið allavega 4 leiki í röð þar á undan. Blikar töpuð stórt á heimavelli fyrir Sindra og Skagamenn töpuð á útivelli gegn KVF. Þetta eru að mörguleiti áþekk lið, þó IA svona, ef maður skoðar liðstölfræðina, er Skagaliðið skörinu ofar í flestum þáttum, með betri skotnýtingu heilt yfir, betri þryggjastæðanýtingu. Það er helst vítanýtingi sem Blikar hafa fram yfir, en Skagaliðið frákastar meira, gefur fleiri stóðsendingar og svo framvegis. Það er þannig að þetta verður áhugavert að sjá. Við skulum bara renna snöggvast yfir lið IA og leikmannahópinn hjá IA í dag, eða í kvöld. Númer 1 er Styrmir Jónasson, númer 2 er Kynjón Hodges, númer 3 er Tómas Davíð Tómasson, númer 5 er Hjörtur Hrafnsson, númer 7 Kristófur Már Gíslason, númer 8 Serdan Stojanovic, sem er búinn að jafna sig, virðist vera. Allavega sagði mér að hann væri nógu góður eftir, hann fór meiddur af velli gegn KVF eftir mjög stuttan tíma, einhverja 2-3 mínútur, en snýri sig á ökla, en er bara búinn að reyma skóna lítið fastar í kvöld og og er bara klár, skildist mér eins á Óskari þjálfara. Númer 9 er Joel Duranona, númer 10 Lucien Thomas Kristoffis, númer 11 Julius Duranona, númer 14 Aron Elvar Dagsson, númer 21 Guðbjartur Máni Gíslason og númer 24 Viktor Bafuto. Þetta er bara sami leikmannahópur og var hér síðast þjálfari Óskar Þór Þorsteinsson og aðstoð þjálfari Ísmar Bæjers. Og þá skulum við kíkja á Blikana þar sem að þeir lappa inn í salinn. Þar er númer 0 Ólafur Snær Eyjólfsson, númer 2 Malik Cartwright, Bjarki Steinar Gunnþórsson númer 4, númer 5 er Ædor Alberto, þeirra stigahæsti maður í deildinni hingað til með 18,5 stig, hálfu stigi meira en Kynjón Hodges hjá Skaganum. Númer 7 er Marino Þór Pálmason, númer 9 Ragnar Jósef Ragnarsson, númer 10 Alexander Jan Hrafnsson, númer 11 Kristján Örn Ómarsson, númer 12 Logi Guðmundsson, númer 15 Orri Guðmundsson og númer 33 Soran Virkits og númer 77 Veigar Eli Gretarsson, og það er engin annar en Hrafn Kristjánsson sem er þjálfari Blika. Þetta fyrrum þjálfari meðal annars Stjörnunar Álftanes og hvort hann var ekki að þjálfa KR einhvern tíðan líka. Mikael Máni Hrafnsson er aðstoða þjálfari hjá honum. Það er svona bara smá veðmál í gangi. Við vitum ekki hver er að koma að vera með mér í þessari lýsingu. Ég veit að ég verð ekki einn og það er bara þannig að ég veit það ekki einu sinni og þá veit það enginn, og ég er ekki vissum einu sinni að sá sem ætlar að vera með mér viti það ennþá, en þeir fengu það verkefni Jón Orri Kristjánsson og Fannar Freyr Helgason að fara í þumlastríð upp á hvor kemur. En við sjáum hérna dómarana í miðri mynd. Fara yfir hverjir eru dómarar í dag, meðan að Sigurjón kynnir liðin til leiks. Guðmundur Ragnar Björnsson og Bergur Daði Ágústsson eru dómarar hér í kvöld og við óskum þeim að sjálfsögum velfarnaðar í sínum störfum. En svo ég kannski renni yfir það að það eru fleiri leikir í fyrstu deildinni í kvöld. Selfoss tekur á móti Fjölni, sá leikur er hafinn, þar er staðan 12-7 fyrir Fjölni. Eins tekur Skallagrímur á móti Snæfelli, KFG tekur á móti toppliði Ármanns og Sindri tekur á móti Hamri. Ég held að þar með sé það upptalið, með sínast það, en það er verið að búa til stemmingu hérna. Það vantar að slökkva ljósin. Sjáum hérna aftur leikmannahóp í uppi meðan að verið að kynna á til leiks.
hérna í leikmannahópnum eru, já, 5 uppaldir Skagamenn, 7 uppaldir Vestlendingar. Þannig að, já, ég held að það sé bara verið að halda því á lofti að það verið að búa til umgjörð fyrir heimastrákana til þess að spila sem er mjög jákvætt. Það er rétt rúmar 3 mínútur í leik. Ég langar að fara yfir aðeins bara stöðutöfluna í fyrstu deild karla. Þar eru eins og ég sagði Sindri og Ármann sitja saman í efsta sæti með 5 sigra og 1 tap. Bæði lið 10 stig. Þetta stefnir í að þessi deild verði gríðarlega jöfn og gríðarlega spennandi og skemmtileg. Blikar, Hamar og IA saman öll með 8 stig í 3. til 5. sæti. Síðan kemur KV 1 í 7. sæti með 6 stig. Síðan koma, ein 5 lið með 4 stig. KFG, Selfoss, Skallagrímur, Þóra Akureyri og Fjölnir. Og síðan Snæfell sem að rekur lestina með 2 stig eftir 6 umferðir. Öll lið búin að vinna leik. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að undanfarin ár hefur það ekki verið staðreyndin. Og í fljótu bragði, eins og ég hef rætt hér áður í útsendingum að í fyrra þá vissi maður og vissu flestir hvaða lið myndu í rauninni svolítið vera í sérflokki. Það var bara spurningin hvort það yrði KR eða IR sem að myndi ná eftirsætinu og það kom sjálfsagt ekki neinum óvart að þessi lið fóru bæði upp. Það bara ekki að sjá á upphafi fyrstu deildarinnar núna á þessu tímabili hvaða lið mun vinna deildina. Það sjaldgæft. Það iðulega eitt lið sem að svona maður getur séð eiginlega allt tímabilið að að fara að vinna deildina og nokkuð örugglega yfirleitt. En bara endilega bendið mér á hvaða lið það er. Þið getið sendt mér skilaboð, fundið mig á Facebook og sendt mér á Messenger eða bara hreinlega farið inn á IATV Facebook síðu IATV og skrifa ykkar spá þar í einhvern spjallráð. Endilega takkið þátt. Það hægt að fylgjast með okkur á IATV einmitt meðal annars auðvitað á YouTube-brásin okkar sem er orðin gríðarlega yfirgripsmikil og efnismikil. Það hægt að sjá dagskrána okkar og allar fyrri útsendingar okkar inn á iatv.is. Síðan hægt að fylgja okkur auðvitað á. Við erum ennþá á X-inu þó að sum íþróttalið séu að farin að yfirgefa miðilinn. Við erum á Instagram, ef þið leitið bara að IATV að þá finnið okkur hvar sem er. En styttist í leik og ekki vitum við enn hver verður leynigesturinn. Ég verð að viðurkenna, ég er bara orðinn svolítið spenntur. Býtum við, hér er eitthvað að gerast. Glöggir áhorfendur sáu svona silúettu af íðilfögrum manni koma sem að lyktar af grilli og hamborgurum. Og ég ætla að kynna hann til leiks hérna eftir augnablik. En við erum svo heppin hérna á Akranesi að við höfum úr auðum garði að velja hér við höfum fengið alls konar menn og þessi er ekki af lakari gerðinni. Jón Orri Kristjánsson, vertu velkomin. Takk kærlega fyrir það. Alls ekki hvað ég segir? Já, bara í fínu lagi. Ég er bara búinn að vera að blara og ég er búinn að vera mjög spenntur að sjá hver myndi nú koma. Það að klára að grilla hamborgurinn. Algjörlega og það er ekkert verk of stórt og lítið fyrir menn eins og þig, Jón minn. En Blikar, þetta er bæði lið með 8 stig, 3. til 5. sæti. Getum ef allt spilast á réttan hátt, jafnað toppliðin Sindra og Ármann. Hvernig tilfinningin fyrir þessum leik í kvöld? Ég held að ég er bara allavega spenntur að sjá. Þeir náttúrulega áttu umurlegan leikum á KF um daginn og ég er alltaf spenntur að sjá þegar liðið er nýbúin að eiga umurlegan leik, hvernig þeir eru koma tilbaka. Já, og það er einmitt dálítið áhugavert að þessi lið sé að mætast akkurat núna, að komandi bæði úr erfiðum tapleik. Akkurat. Gleymum því ekki að Blikar töpuðu töluvert stórt á heimavelli gegn Sindra.
í síðustu umferð. Það er rétt. Og skoruðu ekki, veitu hvað, þeir skoruðu bara óskup fá stig, ef ég man rétt. 65. Það með að halda því áfram. Já, við myndum alveg þykja það, en það er, sjáum að Lucien er í byrjunliðinu að þessu sinni á kostnað Styrmis. Já, Styrmir er búin að hörku góður. Já. Ég reynda sá ekki KF-leikinn og þess vegna held ég sem er stór ástæði fyrir því að þið töpuðu. Já, sko, ég er búin að vera einmitt að rýna í, sko, það er aldrei gaman að sjá hversu stigaskorið dreifist mikið, sko. Skalið er að skora yfir 90 stiga meðaltali og það eru, sko, 1, 2, 3, 4, 5 leikmenn sem eru með meira en 10 stig að meðaltali. Þetta er líklega breiðasti hópur sem að IL hefur haft á að skipa í þessi langa tíma. Já. Geggjuverðni á Viktor náðan og Kinjón í þristin, aðeins og langur. Viktor tekur frákastið og skilar þessu niður. Vandaði frákastin frá Viktori í síðasta leik, skildist mér á þeim sem að, allavega þeim heimildum sem ég hef haft af þeim leik. Já. Það hefði tekist að draga hann svolítið frá körfunni í rauninni. Já. Ég skildi það, var ekki bara flest frekar ömulegt á móti KF? Hvað séru? Var ekki bara flest frekar ömulegt á móti KF? Jú, ég held það. Það er Skæin. Sertan virðist vera allavega nógu heilt til þess að byrja leikinn. Það er alveg krúsel fyrir í að... Sendingan smá miskilningur. Það er alveg krúsel fyrir í að Sertan sé ekki góður. Marino fer tilbaka, stólinn bolti eða hvað hjá Kinjón. Já, hann næri að halda þess inn á. Frábærlega gert hjá Kinjón Hodges og fyrsta villan á blikana. Já, þetta var frábært. Já. Þetta er það sem gefur okkur. En hérna, já, það er náttúrulega borgmýsingurinn Knái, Marino í leikstjórnum hjá Breiðablik. Já. Og svo er Hrafn Kristjáns að taka sér leiðandi stöðu hérna í þjálfarahlutum til að byrja með. Hvað segir þið? Segir syni sínum að setjast niður. Já. En Kinjón Hodges Hún að sífellt svona vaxandi finnst mér þó hann hafi í rauninni bara að byrja bara tímabilið mista fyrsta leiknum. Já. Hefur bara virkilega heitlað mig. Ég er mjög hrifinn af svona liðsmönnum, skulum við segja. Mér finnst hann alveg frábært. Hann er ekkert að taka allt of mikið til sín. Nei, mætti stundum byrja aðeins fyrir að taka eitthvað til sín. Það byrja stundum svolítið seint. Já. Ég er hann stressaður og svona. Lucien og Sertan sendir hann undir á Viktor. 2 á Viktor eða þarna og hann stígur út af. Það var villa. Var villa dæmt á leikmann nr. 7. Marino er ekki komin önnur villa á blikana. Þetta er flott. Já, á 2 mínútum. Marino auðvitað sonur hins ákvæmlega gerði þetta Pálmar Sævars úr Borgarnesi. Fín byrjun á skaliðinu. Viktor missir boltan út úr höndunum þarna. Kannski ekki hans svona sterkasta endilega, sækja með bakið í körfuna. Hvað myndur þú segja við því? Sko, á móti stórum manni. Hann hefur bara gert svo lítið. Sko. Ég held að hann sé frekar frábær í öllu. Hann er náttúrulega langt bestur í þessu. Hann er alveg missir hérna niður hendurnar. Já, Malik hérna sótti þessan og bara... Já. En mér hefur fundist Viktor vera alveg ekta fítsson til að byrja með. En svona líka stundum aðeins og passífur. Já. Þeir eru stundum svona að leita á hann líka ekki alveg á réttum tímum í sókninni, sko. Það reyna þröngun niður á hann og eitthvað svona sem að ég held að sé ekkert endilega hans leikur, sko. Nei. En gengur illa á Blikum að koma stigum á töfluna. Bæði vítin misnotu hérna. Hvernig velur það? Jájá. Það er það Skæin, Kristoffer með boltan. Sertan kemur út eða hvað? Nei, það er Viktor sem kemur út. Okay. Galopin, aðeins skakkur. Þetta getur hann nefnilega alveg. Já. Ef hann fær þetta galopið og eitthvað þá er þetta bara fínasta skytta. Já. Aitor í þristinn. Hann er aðeins svo langur. Skæin í smá vandræðum og Kristoffer stígur á línuna. Já, síðan. Hérna
Nú var ég að grilla. Hvor er bandaríski leikmaður? Það er bara virkilega góð spurning. Ég myndi halda, nú verð ég bara viðurkenna, ég er ekki alveg með það á hreinu. Jú, sko einhvern veginn myndi ég giska á að það var Malik. Já. Bara út frá nafninu. Já, hann hefur líka fengið en stærra hlutverk í sóknum til að byrja með. Já, náfrændi Bill Cartwright. Ég ætla bara að gefa mér það. Já. Það er þetta pottið réttið þér. Já, þetta er lítið land. Já, Lucien í tristin, hann svo stuttur. Þá er það Soran. Og fyrir þá sem hafa gaman af góðri list, þá mæli ég indriði með Halloween myndunum af Lucien og Nadíu konun hans. Það sem Lucien setur á leikþátt á svið og grimmur og góður. Já, ok. Og hvað er þetta að sjá þetta? Já, Instagram held ég. Það er Instagram, já. Ég ligg á því, sko. Já, þetta er náttúrulega virka á þeim miðlum. Soran í galopin, 2 stiga. Kinyon með frákasti, gríðarlega snöggur frá! Þetta var nútímaskrefið. Þetta er, og villan lítur að vera. Frábært, önnu villan á Aitor. Já, villa á Aitor. Blikar konu með 3 liðsvillur. Já, á gólfinu, flott. Já, en það er alveg unun að horfa á sprengikraftin sem býr í Kinyon Hodges. Íþróttamæður, það er alveg fáránlegur, sko. Lucien í þristinu, hvað af spjaldinu, þetta voru 2 stig. Viktor, kannski skynsamur þarna, hætti við. Frábær vilja og Lucien samt. Já. Hann brjóta hann aðeins fyrr, þannig að það fær ekki í vítið. Já, en önnur liðsvillan á skagan. Já. En báða villur Blika enda með vítaskotum. Það er... Já, báða villur skagan hana. Já, ég er að segja það. Já. Soran Virkic. Með 13,8 stiga meðaltali. Hann er búinn að vera hérna í nokkur árið, ekki? Jú. Er ekki annað á þessum Blikum og... Hann er ekki á Króknum líka. Mér finnst það eins og ég kannist við hann einmitt. Fjólblóði. Já. Og þá er skipting hjá Blikum. Heitur fyrir út af með 2. Já, það er jákvætt fyrir okkur. Inn á kemur leikmaður númer 12. Það er Logi Guðmundsson. Já. Og Viktor fær nær boltanum undir. Vel gert! Hann einhvern veginn ítti þessu bara. Þetta var mjög sérkilegt. Þetta er líka frábært. Þetta er önnu villan á Marino líka. Báðir byrjunna bakverðir Blikarna konum 2 snemma í fyrsta hluta. Og þetta var væntanlega 4. liðsvillan á Blika. Þannig að Skaginn er komin í skotrétt hérna þegar 6 mínútur eru. Já, hrættur að þessi sendingarna inn á Viktor. Það er að koma aðeins og seint, sko. Glæsilega. Látum þessu áfram, þetta er flott. Já, 7-2. Sjónið með allt á hreinu á soundboardinu. Marino klaufaleg vill á Sertan Stojanovic þarna. En þetta er til leið. Ég held að hann hafi verið að bakka hérna Lucien upp hann og sitt tilbaka. Sýnst að rasaði eitthvað fjára. Sertan alltaf gerir ekki klaufalega hluti. Nei, en þetta var eins og 3. liðsvillan á IA. En Blikum gengur afleitlega að skora. Þetta var vel gert hjá Ég held að þetta sé náfrændans. Já. Bill. En þetta var þetta ekki bara fyrsta karfa Blika úr okkur leik? Sertan og brotið á honum. Þá fer hann á vítalínuna. Þetta er alveg ömurleg villa. Já, Veigar Eli var bara að missa hann fram hjá sér. Og þá fyrir Marino að velli með sínar 2 villur. Já. Og inn á kemur leikmaður númer 0, Ólafur Snær. Nú veit ég ekki hvort þú fórst yfir það í byrjun en þjálfararliðana eiga náttúrulega sterka tengingu. Úska var náttúrulega aðstofþjálfari Hrafns hjá Stjörnunni. Allavega 1 ár, eða ekki 2. Áður en hann fór norður. Á Akureyri þegar Hrafn Kristjáns einmitt þjálfaði líka. Já.
Hrafnir búin að fara nokkuð víða. Já. En Serjan setur hérna, hvað, annað víti niður eða hvað? Hver er þetta númer 0? Hann heitir Ólafur Snær. Já. Eyjólfsson. Ég vissi það. Vel gert þarna, fær galopi. Hann byrjar að krafti hér. Ólafur Snær, þryggjastega karfa. Þetta er svona ókosturinn við þegar þú tekur svona áhættur í vörninni að þú getur brendið á þessu svona eins og Kynjón gerir núna. Og Ólafur Lúsían gerir þetta frábærlega hérna og Kynjón kemur síðan og heyrður þetta. Það eru Skaginn einu fleiri. Kristófer í þristin. Hittir ekki. Þetta er samt bara frábært skot frá góðri skipti. Já, þetta var fín vörn. Hann ætlaði hérna örugglega að reyna að fá Viktor til þess að slá. Og Serjan Stojanovic gerir þetta. Hann gerir þetta svo frábærlega. Hann er svo góður að keyra körfunni. Hann er með svo margbreytilegt skot. Já, hann er líka bara, hann er með svo ótrúlega mörg vopn í vopnaborðinu sko. Hann getur þetta allt einhvern veginn og vel. En nú vil ég samt hérna sjá Skagamenn aðeins hreinsupp vörnina og hætta að brjóta. Já. Þetta er vel gert þarna, Viktor með variskot. Veigar hittir ekki flotskotinu. Maður sér það alveg að hérna Malik er að reyna. Þvílík sprengja sem hann býr yfir þessi gaur. Hann er þetta að fá tæknivill á hann. Já. Já, kemur skipting. Styrmir Jónasson kemur inn á fyrir Serjan Stojanovic. Það er enda að bölva að dónaskapur á Kynjón. Það er einhvern tíma sem að enda tæknivill á fólk að það var það í svona fangandum. Já, hérna hér. Ég ætla að vera að segja að hérna Malik verðist svolítið vera svona að kynda eða svona reyna eins og hann getur að ná annari vill á Viktor. Hann er svona og kannski full mikið á köflum að hugsa snertinguna og vera misnöld og skot þar að leiðandi. Og Viktor náttúrulega er bara hefur stundum verið að fá svolítið. Ok, Villa Soran. Þarna væri til að sjá einhvern æsa eins í dómurunum að þetta er náttúrulega, hann reynir aldrei í boltan hann. Já. Hann bara hamrar. Leikleikar. Er þið frábær byrjun að Skagamenn? Já, fínasta byrjun. Hún skora núna 4 í röð. Og einhvern veginn, svona tilfinningin þetta eins og þetta sé bara pínu þægileg byrjun. Mér finnst að Skagaliðið er ekkert á einhverjum brjáluðum sving, skilur en 5 stiga munur hérna. Vörnin er reynda búin að vera frábær hérna. Já. Og Viktor er stigastur með 5 stig. Kynjón kemur næst með 4 og síðan Serjan Stojanovic með 3. Hjá Blikum er Ólafur Snær með 3 stig. Viktor strax kom með 5 fráköst. Þetta er allt annað heldur en í síðasta leik. Já. Nú veit ég ekki alveg hvað er í gangi hérna hjá Blikum en maður lík óð þarna út eitthvað. Maður líka óð þarna eitthvað út og situr nú líka á bekknum. Ég veit ekki hvort hann sé meiddur eða í fílu. Ég skil bæði. Já, ég skil. Eins og ég segi, það eru fleiri leikir í gangi. Svo sem ekki bara með upplýsingar á 2 þeirra. Snæfellingar eru yfir í Borgarnesi, 22-19. Það eru 2 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Á Selfossi eru Fjölnismenn yfir, 39-30. Bæði lið að byrja þetta tímabil frekar illa, Selfoss og Fjölnir. Í rauninni dálítið áhugavert að því að nú satt ég æfingarleik stuttu fyrir mót Fjölnir Ía, þar sem að Ía átti nánast valla breyk. Nei, akkurat. Að hversu ólík byrjun á þessum tímabili síðan á deildakeppninni. Já, Fjölnir er búin að byrja. Ég held þeir væri miklu betri, sko. Já, þeir eru með 4 stig, ef ég maður rétt. Ég fór yfir þetta fyrir leika. Þeir eru þó yfir á Selfossi. Já. Það er ömurlegt að heyra þarna af Átna, þjálfara Selfossinga. Það er þurft að taka sér frí út af veikindum. Já. Það er í rauninni að þurft að segja bara af sér út af veikindum. Já, bara bata kveðjur frá Skaganum. Komin inn nýr leikmaður hjá Blikunum.
Kristján Örn. Er þetta ekki sá sem var í Borgarnesi? Er þetta ekki á Álftanesi? Styrmir, Viktor með geggja frákast, skilir það ekki niður. Slær hann á línuna. 7. frákastið. Já. Hann er núna hérna... Nú er Malík náttúrulega úti og þá á hann að vonandi. Já, Malík og... Þeir eru báðir út af Malík og Aitor. Náttúrulega, Aitor auðvitað með 2 villur og Malík. En fínasta skot þarna, 3 stiga karfa. Þegar hann er búinn að setja 1, að þá mátti ekki bara slökkva aðeins á þér og gefa hann mannan. Ólafur Snær að koma inn af bekknum. Kenyon stígur á línuna, frábær vörn hjá Ólafi og frábær innkoma hjá Ólafi Snær. Já. Nú er ég spenntur að sjá hvernig menn svara þessu. Það er nú Ólafur búinn að vera að æsa aðeins í Kenyon hérna og þess að fagna í andliti á honum og eitthvað svona sem menn er að gera. Já, en gleymið því ekki, Kenyon er svona sjálft séður hvítur hrefna þýleitin til að mér skilst að hann finnist fátt skemmtilegar en að spila vörn, sko. Þannig að ef Ólafur ætlar eitthvað að fara að bera upp boltan eða eitthvað slíkt, þá gerir hann það ekkert óáreittur. Júli komin inn á fyrir Viktor. Kristján, sendingin út. Logi Július vinnur boltan og uppkast. Er dæmt, það þýðir að Blikar eiga innkastið. Sideline 2. Já. Nú ekki mikið skorað í þessum fyrsta leikluta. Nei. Sem Veigar út og varðbundan þeimur betri allavega. Kristján í skotið, hittir ekki, Lucien nær ekki frákast fyrir Ólafur Snær hins vegar, heyrði boltan og setur hann núna í og minkar munin í 1 stig. Það langar með að sjá Kenyon bara leiðast þófið og bara fara að hérna Július. Já, vel gert, læsileg. Já, á sína, frábæra gert. Július búinn að eiga 5 tímabil. Já. Nýta tækifærin sín vel og akkurat þarna óeppinurinn er bara ná ekki að skila þessu niður. Já, bara fyrir hugrakkur á hann og einhvern veginn kemur sér bara fram hjá honum og ég er mjög hrifinn. Serjan og Aron Elvar að koma inn á fyrir Kristoffer og Lucien. Já. Aron með þynnra hárband núna en það var senast. Við fengið það í Ameríkunni. Já. Július aðeins skakkur. Þáttur. Já. Eigum ennþá inni stig frá Lucien. Inni stig frá hérna Kristoffer. Við eigum inni stig frá Styrmi. Við eigum ennþá skalið á ennþá fullt af mönnum inni. Nýju menn, Ragnar Jósef að koma inn á og annar bæði sonur og bróðir þjálfarans. Slöggsending. Styrmir í árásina. Þetta er bara flott. Fennur Július undir körunni. Ólafur Snær stelur honum á. Ég kom með hundlega sem Ólafur Snær. Já, kemur Ragnar í þristin. Þetta getur hann og kemur Blikum yfir í fyrsta skiptið í kvöld. Ef það er eitthvað sem að Ragnar Jósef menn vita að hann hefur í sínu vopnabúri, það er þriggjastigaskotið, þetta catch and shoot. Þetta er bara frábær skipta. Já. En Alexander Jan komir einnig inn á aðeins nummer 10. Já. Það er mitt hérna. Og Ragnar hótar skotinu. Bróðir Mikael Smána þjálfara og það er frábærlega gert hjá Alexander. Spurning hvort að það er 44 sekúndur eftir. Þetta er svona eftir
virkilega góða byrjun Skagans, þá svona, hefur maður tilfinningunum pína blikkar séu svolítið með yfirhöndina núna. Já, og Skagamenn svo sem bara að rétta þeim þetta, sko. Já. Búin að spila hérna frekar ömulega vörn á Ólafsnæ, nú tvisar í tveimur galopnum þristum og svo hann búin að stela hérna tveimur boltum og bara svona sloppi og ekki gott, sko. Serjan fer í erfiðan þrist, nær frákastinu sjálfur og setur það, en þarna sáum við Júlíus Dúranóna með Ólafsnæði á sér. Serjan var að leita á honum, var einhvern veginn ekki að finna hann, en fer í erfitt skot og er í rauninni heppinn. Það var góð vörn hjá Styrmið hérna. Hann hefur engin áhrif faktist á boltan, en hann truflar hérna Ólafsnæði akkurat þegar hann er að senda boltan frá sér. Og Óskar tekur leikhlé, vill bara teikna eitthvað upp hérna í þessa síðustu sókn. 17,2 sekúndur eftir. Já. Og hjá Skaganum er Serjan Stojanovic og Kinjón og Viktor, allir með 5 stig. Já. En svo erum við bara með 1 stig frá Júlíus og ekkert meir, sko. Þannig að það er fullt sem að Skaginn á inni. Ólafur Snær með stigastur hjá Blikum með 8 stig. Síðan er Ragnar og Alexander með sikur 3 stigin. Fín innkoma hjá þeim hérna í fyrsta leikluta. Og sér það að þeir eru að fá hérna bara 14 stiga bekknum bara í fyrsta leikluta. Já, þetta er hérna, það verður gaman að sjá hvað Óskar teiknar upp hérna. Já. Gott að við Viktor með 5 stig, 6 frákast og 2 væri skot í fyrsta leikluta. Já, ekki leiðileg tölfræði. Fjölnismenn komnir með fína forystu á Selfossi, 52-37 þeirra, 2 mínútur rétt rúmar eftir að fyrri hálfleik. Og já, ég fór nú ranglega með það hérna fyrr í útsendingunni að KFG Ármann er á morgun. Nei, hann á að vera í kvöld, hann byrjar bara 8:30. Síðan á morgun er Sindri Hamar og Þór KVF. En Kinjón, 3 sekúndur á klukkunni, undir á Viktor. Viktor fær villuna á Malik. Þetta er alveg umhurlegu villa hjá hann. Já, þetta var ekki skynsamlega gert. Í rauninni Viktor ekki eins og komin í færi þó hann væri þetta nálægt körfunni. Nei, bara hendir hendin inn og lefur henni bara að hanga. Það getur vel verið að 3 sekúndur. Þetta var samt alveg umhurlegu villa, sko. En Viktor getur jafna leikinn hér. Það er spurning hvort að Hrafn tekur leikli fyrir þessa 0,8 sekundur sem eftir eru. Það er Alexander Jan að taka eitt einnig við völlin, eða Raka. Kinjón tekur frákast hérna og treður. Já, þetta er ekki skot. Nei, Hrafn ætlar að láta það eiga sig. Kemur nei, menn er að hugsa tölfræðina þarna. Alexander Jan og 18 eftir fyrsta leikluta. Svona, ef við gerum þetta upp ensnögt, Jón, svona, hvað sér þið út úr þessum fyrsta leikluta? Sko, mér Skagamenn bara byrja betur og svo einhvern veginn bara slöpuðu þeir alveg hrikalega á. Blikarnir fóru bara á bekkinn og innkom bara ferski gaurar sem að eiginlega bara snýttu þeim allan tímabili. Og svo einhvern veginn náður að krafsa sig inn í þetta aftur undir lokin, sko. Já, það var einmitt þarna, já, Blikarnir, það voru þarna, Ragnar kom með þrist, Alexander skorar 3, já, Ólafur Snær með 8, það eru sko 4 úr byrjunleginu sem byrjuðu leikinn. Já. Hjá Blikum, og er þetta, sko nú veit ég ekki, þegar þú ert í liðin, þú ert yfir, það er greinlegt að það er eitthvað ströggl á hinu liðinu, þeir fara að skipta varamönnum inn og ertu bara, þú veist, hvað gerist andlega? Eru menn að hugsa bara, hei, wow, við erum bara konum með þá, skilur við? Ég held að þeir að hugsa það. Já. Og ég held að þeir hafi líka svona, svolítið eimir eftir af seinasta leik, þegar ég held að þeir hafi líka hugsað allan leikinn, sko. Já. Af því að ég menna þeir missa þarna Ædor út af með 2 villir bara mjög snemma og hann fer sömu leið, hann Marno, bara örstutu síðar. Já. Og kom einhverju strákar inn sem er bara engum sín ekki neina virðingu og bara hugrekir. Já, og mér sýnist Blikar vera bara með sama lið og lauk leik í fyrsta leikluta. Ekki? Jú. Hjá Skaganum verða Lucien, Serjan, Styrmir,
Aron og Viktor Kinjón fær að hvíla aðeins. Já. En þetta nefnilega vesenið svona þegar að og síðan í fristinn fyrsta tryggjast að karfa Skagan, er þetta ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að fín byrjun. Kveikt í öllu hinnu. Frendi Bill kemur boltan hérna. En nú vil ég sjá það kveiki aftur á vörninni. Ég nenni ekki hérna að horfa á eitthvað óbáslega sloppy hérna. Þetta var tvígrip eða skrítið eða eitthvað. En Logi minnir á að hann getur skotið í framhaldinu þó. Já. Mér fannst líka alltaf best að skjóta þegar það var búið að fljóta. Já, það er lítið pressa sko. Ég var nú meira fyrir að skjóta svona þegar rétt ára flautan gatt sko. Það skiptir máli? Já, sko, skiptir máli, vel gert hjá Styrmi, nei, ekki endilega þannig sko. Það var alveg bara að síðasta skotið væri mitt. Þannig var það undir lokinu allavega. Það var alltaf þannig í NBA. Ég var bara gaman, berði virðingu. Já, það var alltaf þannig í NBA ef skaust. Það þarf að fara að stoppa Ólaf. Þetta tekur hann sko tryggjast að skota eftir upp úr af driplinu sko. Styrmir á Aron. Aron með Alexander hann á sig. Já, út í horni á Styrmir hikar. Það var líka skutið. Já, þannig þarf hann bara að klára sitt dæmi. Klára skotið. En Skagalið leiðir þó 23-21. Já. En þetta ílið má samt ekkert vera í því að bera ekki virðingu fyrir einhverjum eins og Ólafsnæði hérna. Nei. Skilur, hann bara að reykja það. Og Ragnar líka aðeins skakkur hérna. Þetta var ágætisvörn. Skaginn á þetta. Boltinn af Alexander. Því að vörnin hefur verið svo ógeðslega fín hjá Skaganum bara hinga til á þessu tímabili og þeir megi ekki vera að sýna einhverja vanvirðingu. Það fer ekki svona landsbyggðarliðum vel. Styrmir, núna hikar hann ekki neitt, aðeins og langur, en þetta er gott skot. Já, bara, þetta gekka. En Styrmir náttúrulega búinn að eiga fínasta tímabil, minnir að hann sé með eitthvað 12 stig að meðaltali. Geggjuð vörn hjá Lucien. Logi vill fá eitthvað meira en bara innkast þarna. Kemur Soran. Virkið sena fyrir Loga. Hauðbjörn var flottur líka reyndar. Ég er svo meira þessi byrjunlið inn á Blikum. Já. Ólafur. Já. Malik. Alexander í þristinn. Geggja frákast hjá Malik. Alexander út á Ólaf og hann finnur skotið. Já, hann hlaut að koma að því. Hver að þennan bolta? Það er Skaginn. En þarna eru þeir allavega í andlitinu á Ólafi og hérna vonandi er hann bara ekki það góð skipt að hann sé bara orðin heitur og það skiptir einhver máli. Nei, heimitt. En hann allavega klika núna, það er flott. Serjan fær hindrunna frá Viktori. Þetta er flott. Marino. Haldið áfram með haugur. Já, Serjan, núna er Soran komin á hann, Serjan fer inn í flott skoti, ekkert nema net. Þetta er svo mikill töffari. Þú séna Alexander. Það er að Malik fer á Viktor, inn að körfunni, þetta gerir hann vel. Já. Viktor líka bara fína vörð sko, stefnir allan tíman og skynsamur, það er ekkert að slá endilega hérna. Serjan, nú vantar hann hjálp, finnur Aron fer af stað, Alexander á honum, frábær vörn hjá Alexander. Já. Nær einhvern veginn ekki hérna Aron að búa til snertinguna sem hann vildi, geggjuð vörn hjá Styrmi. Úff, þá kemur Viktor. Það var eitthvað skrítið við þetta allt saman. Og þarna fær, ég skil þetta sem aðvörun á Rafn fyrir svona, fór svolítið frá bekknum þannig í áttina þessu. En þá kemur Aitor aftur inn á. Ragnar í opinn þrist af spjaldinu og svo af Styrmir, fer bara á fulla ferð
Glæsilegur Geggjaður Styrmir Jónasson. Ættur getur náttúrulega ekkert gert þarna. Nei, Hann er einmitt. bara sterkt upp og hann verður bara að forða sér. Já, ég vissum að Styrmir var alveg með að bak við eyrað. Það væri fínt að fá vill á hann líka. Já. Og maður líka í þristinni allt og stuttur. Ég held að hann hefði haft minni trú á þessu en ég og hún var ekki mikil. Styrmir út í hornið á Lucien. Lucien í þristin. Annar þristur í honum. Og þá er bara strax leiklið. Hrafn Kristjánsson ætlar ekkert að gefa Skaganum neitt sénsi og fara á eitthvað rönn hérna. Og En hérna, þetta er satt. Þeir fóru aftur í byrjunli og það er einhvern veginn bara við manni bætt. það er mjög áhugavert. En hann getur svo sem ekkert, já. Ég hérna, nú erum við með sko Ólaf Snæ, hérna stigahæstan hjá Blikum með 11 stig, Malika með 4. Svona, ef ég á bara að segja hann svo að þá hefur hann ekki heillað mig, Malik Cartwright, eins og ég var mikill aðdáandi frændans. Að þá allavega, annarkvort er hann í einhverju off-skapi í dag eða hvað, en hérna, allavega... Er hann búinn að geta eitthvað? 4 stig, 2 fráköst. Nei, hingað til. Já, Malik með 15,5 stiga meðtali, 5,5 fráköst. En það er allavega ekki að ganga hjá honum að ætla að keyra hérna Viktor allan daginn, sko. Því að þetta hefur ekki verið eitthvað sérstaklega glæsilegt hjá honum. Nei, en munurinn náttúrulega eins og núna, Skaginn komið í 7 stiga mun sem er sennilega mesti munurinn hingað til í kvöld. Skagalið er að skjóta betur, 45% á móti 29. Í 3 stiga er reyndar Blikar betri, 33 á móti 25 sem er óvenju slagt hjá Skaganum. En í 2 stiga skotunum þá er Skagalið með 57 á móti 26. Það bara munar rosalega um þetta. Frákasta betur 3 varur skotur frá Viktor. Já, Skagalið að skora 16 stig inn í teig á móti 8. Þar er náttúrulega munur. Við tökum við Og hraðaplöpsstigin eru 7 hjá Skaganum á móti 0 hjá Blikum. Já. Og það segir manni svolítið einmitt að Skagalið sé að ná að klára sóknum þessu. Já. Teipa öllu. Já, þetta lok sé... Já. Það er ef að þungi menn stíga á þetta réttastlega, þá poppar þau upp, sko. Láttu mig þekka það. Já, nákvæmlega, ég ætla ekki að þora að segja. En, já. Heyrðu. Þá er Kristófer kominn aftur inn á IA. Hérna. Malik. Þarna hefði hann alveg mátt bara kallið. Og Ætor. Slök sending tilbaka, Soran þarf að... Ætor. Geggjuð vörn hjá Viktori! Hann ætlaði að prófa þessu! Og Viktor bara... Þetta er tilþrif, maður! Þetta er gott sjónvarp, Jón. Ætlaði hann að tróði yfir Viktor þetta maður. Kristófer, þetta er áhugaverður sóknarleikur hérna. Senda hann út í hornið á Styrmir. Styrmir upp, aðeins. Skakkur hérna, Soran fer á stað. Ólafur Styrmir. Yfir á Ætor og Ólafur. Já. Ég veit sjá aðvörun hérna. Já, hann greinlega ætlaði nú að reyna að veiða hérna villu. En þetta sérðu maður aftur akkurat það sem þú varst að tala um. Hann kannski er, einmitt, hún líður ekkert allt of vel ef hann er undir pressunni. Nei. Ef það er sett á hann pressan þá líður hann ekkert allt of vel. En ekki það, hann búið að skjóta frábærlega hérna í kvöld. Það er ekkert að taka það af honum. Soran í þristinn. Hittir ekki, Viktor með frákast. Þetta er búið að spila svona aðeins upp í hendunum og Skagamenn núna undanfarið. Skallagrímsmenn komnir 14 stigum yfir gegn Snæfelli í Vesturlandslagnum í Borgarnesi. Lucien er að þriði hér. Já. Þetta er okkar maður. Þetta er það sem ég fíla við þennan leikmannahóp hjá IA akkurat á þessu tímabili er að þú veist ekki endil alltaf hvaða leikmaður er að fara að stíga upp. Nei. En þeir eru ansi margir sem geta. Já, akkurat nefnilega. Þú veist, þú þarft ekki Kinjón, við erum með Lucien. Ef að Lucien er ekki, þá er það Styrmir. Já. Ef það er ekki Styrmir, skilur þá er það Serjan. Páttaru? Var þetta ekki þannig í fyrstu 6 leikjum að það voru 5 mismunandi menn stígaðistir? Jú, ég held það. Styrmir úti í hornið á Serjan. Serjan fer í árásina, fær vitsuna og setur hann að spjaldinu niður. Nú er allt einhvern veginn að ganga upp hjá Skagaliðinu. Við erum hérna þessu. Já.
Mér finnst þessi sendingarnir á stíðni alveg frábært. Þetta er Tómas. Já, Kenyon og Tómas kemur inn á. Tómas, sko... Kenyon er búinn að fá hvíla vel. Já. Sammála Óskar þarna. Make sure we box out best. Já, 11 stiga munur. Já, þetta er alltaf... Það koma blikarnir, Malik. Góð vörn hjá Viktori. En frákastið... Og hérna... Það er eitthvað þreytumerki á Viktor þarna. Já. Spurning hvort að... Hann fær afleysingu. Tómas á Serjan. Serjan út í horni á Kenyon. Kenyon nær ekki að brjótast inn að körfunni. Viktor er að búa sér til pláss hérna. Með Veigar á sér sem bara hrindir honum út af. Bara hárrétt villa þarna. Ekki alveg að... Það er búin að brjóta 4 sinnum á hann. Já, Veigar vill hann að fá aðvörun fyrir leikaraskapin. Það sé nú... En það er rétt spurning hvort að það væri ekki alveg þess virði að fá Július eða Jóel inn á til þess að hvíla Viktor í smá stund. Serjan reynir að... Þetta er akkurat eins og að tala áðan. Þeir reyna svolítið að þröngva boltanum inn á stundum. Það er ekki alveg á réttum tíma. Geggjuð vörn hjá Viktori. Nei, þetta er ekki óhjartamannsleg villa. Marino, þriðja villan á Marino. Já, flott. Og þá bara fer hann út á aftur. Og Logi kemur í hans stað. Spila vel á Akranesi. Það er langt síðan Borgnesingur hefur spilað vel á Akranesi. Það er ekki verið að byrja því í dag, sko. Logi kemur inn á. Og hvað er bara á? Nei, býtum við. Þetta þriðja villan á okkur annan þarna? Já, ég... Kenyon, frábærlega gert hjá honum. Heyrðu, þegar ég segir svona langt síðan Borgnesingur, þá á ég náttúrulega fyrir utan Kristófur og Mána, sko, höfum við það alveg á hreinu hérna. Soran finnur opinn frist, setur hann niður. Ég finnst hann vera ógeðslega góður. Já. Alltaf finnst. Já, ég er sammálað því. Serjan. Hindrun kemst inn að körfunni. Serjan Stojanovic og Aitor náttúrulega bara hendur frá. Gerir allt sem hann gat til að hleypa honum bara inn að körfunni. Sko, svo finnst mér menn fara stundum aðeins svo langt í að gefa þetta bara. Já. Þú getur alveg spilað ykkur á vörðan og sá að þetta bjóði upp á þessi brot dæmt að þig. Já, þetta er skemmtilega gert hjá Marino hérna. Marino er hins vegar með 3 villur. Það er séns tekinn hérna. Nú er alltaf spurningin að hvort að menn eru meðvitaðir það. Serjan brotið á honum. Malik frítur á honum, en þetta er væntanlega 4. liðsvillan á Blika eða hvað. Þannig að það er næst skotréttur. Önnu villan á Malik. Já. Ólafur kemur inn á núna fyrir Marino. Já. Gefa honum aðeins lengri tíma til að anda. Viktor fær hann hérna á ringkastinu. Fer í skotið, þægilegt af spjaldinu. Svona gera það í Brasilíu. Nei, það er bara -2 stig. Ég heyrði hann ekki kalla þetta, sko. Það er alveg á hreinu. Það var það Malik. Ólafur. Tómas til varnar. Og Ólafur missir bara boltan út af. Þetta sé bara hárrétt. Já, það er líka. 10 stiga munur. Engin lamin eitt í hans. Ólafur er svolítið að kynda Kenyon. Nú langar mig að fara að sjá bara Kenyon aðeins svara fyrir sig. Ég veit það nefnilega. Á réttan hátt að sjálfsögðu. Serjan út í hornið á Tómas. Tómas í þristin, aðeins og stuttur. Og kemur Ólafur og Kenyon. Kenyon bara. Þetta var að nýra honum.
Hann ætlaði aldrei að láta hann skora þarna. Nei. Þarna er munurinn á, til dæmis eins og mér þegar ég var að spila og honum. Þarna hefði ég bara hugsað að lemja í hendurnar á mannum og fengið þar að leiðandi óvirtamannslega vinnu. En þarna kannski sér maður góður leikmaður og góður varnarmaður versus svona rétturinn eða miðlungs. Þú í dag ert kannski verri leikmaður en hann, sko. Já. Eða kannski. Já, hann er ekki alveg sanngjarnt samanburður en henni frábær þryggjastega Karla Logi. Var alveg með hendið þetta á móti sér. Já. En Blikar þurfa svar. Kristoffer í þristinn og fær villuna á Ædor. Svo gerir hann þetta, hann er búinn að hlaupa hérna frá mönnum, trekk í trekk, og svo fer hann í eitthvað brjálæðislega grimmt close-out á Kristoffer þarna. Já, þetta er mjög áhugaverð ákvörðun þarna. Það er á þessu þriðju villuna, þetta er bara... Sýnist á Hrafni Kristjánssoni, hann sé ekkert sérstaklega hrifinn. Nei, ég veit. En Kristoffer ekki enn kominn á blað. Annars næst stigaðasti leikmaður Skagans á þessu tímabili, 16,5 stiga meðaltali. Og aðvörun á bekkinn. Já. Kristó setur 2 af 3. Hrafni svo mikið inn á. Já, einmitt. En komin aðvörun á bekkinn. Ædor fyrir í árásina og villa dæmd á Kristoffer. Þetta er í skotinu. Og í skothreyfingunni. Fyrir leikmaður Skagamanna situr hérna Blika megin. Það er ekki... Hann er líka fyrir leikmaður Blika, er það ekki? Jú. Já. Og Hamars. Og bróðir Þorbrandsssyni. Alveg örgulega. Já. Veit ég ekki alveg fyrir hverja var að klappa hana, en hvort það var dómgæslan mögulega. Mér fannst þetta vera svona kaltænislegt klapp í 8. dómurunum. Og Óskar tekur leikhlé. 31,4 eftir. Það eru 2 sóknir í þessum fyrri hálfleik, 44-36. Og kannski tímabært að við skoðum. Serdan Stojanovic búinn að eiga frábæran annan leikluta hérna, komin í 12 stig. Lucian einnig með náttúrulega geggjaða innkomu, 3 þrista hérna í þessum leikluta með 9 stig. Viktor með 9, Kinjón með 7 og Styrmir með 4. Hjá Blikum er það Ólafur Snær ennþá stigahæstur með 11 stig, Malík með 8, Soran 5 og síðan Ragnar og Logi með 3. Viktor frákastahæstur með 7. Ég veit ekki alveg, minnst eins og það vanti stoðsendingar inn í þessa tölfræði. Það er svona annarkvort dreifast þar alveg rosalega eða þá að það sé eitthvað sem maður þarf að vinna úr eftir á. Það er enda vitið. Það er ekkert... Það er svona... Ég finnst að það vera ágætis flæði á boltanum. Já, það eru skráðar 4 stoðsendingar hjá IA og 4 hjá Blikum. Þannig að þetta er ekki alveg... En það sýnist mér að það sé enginn að spotta hana sem það er að starta. Við lentum í ykkur pati. Já, mögulega. Það var eitthvað svona, hérna, fengum aðstofa sunnum. Já, en þetta er nú ofta en ekki leiðrétt eftir á, meðal annars eftir svona upptökur eins og hjá okkur. Já. En það eru búið að verja 4 skot í leiknum og þau eru öll hjá Viktor. Já. Og eitt varðarskoti hjá hann var algjörlega brjálað. Serdan í þristinn og langur. Ólafur með frákastið, Ædor og fín villa í rauninni hjá Kinjón Hotsis hérna. Það var Alexander sem var komin hérna í... Hann að gera þetta snirtilega. Þetta er fyrsta villan á Kinjón Hotsis, þannig að... Það, öllum sama. Láta hann hafa fyrir þessu. Blikar geta minkað munin hérna í 5 stig. Nei, þeir geta það ekki neitt. Þeir geta minkað í 6. Alexander hér með því að setja síðara víti niður. Og
Síðara vitur fer niður, 44-38, 12,3 réttir, þetta er nógu tími. Kinjón fær boltan væntanlega í hendurnar. Það er ekki bara tveggja manna leikur eða hvað, Kinjón hann þarf bara að vera einn, fer í þristin, aðeins og langur. Viktor í baráttunni og er dæmdur brotlegur þarna, en það er væntanlega... Nei, það er ekki bónus. Nei, það er innkast en 1,8 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Önnu villan á Viktor. Já, önnu villan á Viktor. Engin í vandræðan Skagamenn. Og kemur langur bolti fram á Loga, Logi í þristinn. Já, hann er ekki svo langt frá því, en 44-38 staðan er fínn fyrri hálfleikur, eða hvað geta Skagamenn verið sáttir, hefur vilja sjá þennan mun ennþá yfir 10 stigum? Sko, mér finnst þeir eiginlega bara ekki, þeir eru búin að taka hérna 2 skorpur, en svona fyrir utan það hafa Skagamenn bara verið frekar slappir, sko, og Blikarnir ekki sérstakir heldur fyrir utan hérna, það var að menna þeirra. Já. En ég finnst einhvern veginn svona smá látaði yfir þessu, þáttur þetta sé náttúrulega jafnt og gott og tilþrif og eins og við eigum að venjast þetta. Já. Og já, við sjáum að Hrafn Kristjáns er ennþá í smá umræðum hérna við dómarana, en við förum nú kannski bara að draga okkur í hlé, nýbúnir að fara yfir helstu stigaskorara og svona finna börn og gefa þeim pítsu. Akkurat, en Fjölnismenn eru á sama tíma 72-44 yfir gegn Selfossi. Bara sá leikur nánast bara búinn. Skallagrímur komnir í 18 stiga mun gegn Snæfelli, 56-38. Hér er staðan 44-38 og við Örn og Jón Orri við tökum okkur hlé líkt og aðrir hérna og komum eftir 13 mínútur og 52 sekúndur. Meira partí.
Komið sæl aftur ánandi góðir og velkomin hérna í betri stofuna á föstudagskvöldi hérna á Akranesi. Við erum á Íþróttahúsinu Vesturgötu, Örn Arnarsson og Jón Orri Kristjánsson framundan síðari hálfleikur hjá ÍA og Breiðablik í fyrstu deild karla. Hvað erum við að fara að sjá? Eru Blikar, heldur að Hrafn, sko nú manni fundist Blikar vera fyrir ykkar svona daufir þrátt fyrir að þeir séu þannig einhverjum bara 60 undir í leiknum. Mér finnst þeir eru bara óþarlega mikið inn í leiknum að mínum mati. Heldur að Hrafn nái að kreista meira út úr þeim? Ég meina hann þarf að brýna eitthvað fyrir þessum fyrstu 5 hjá sér. Þeir eru búin að vera ömurlegir og eiginlega bara allir með tölu sko. Eiginlega bara Sóran sem er búin að vera fínn af þeim sem voru að starta það. Náttúrulega bæði Ædor og Marn hafa búin að vera í villumvandræðum. Svo sem ekki spila mikið en þeir eru búin að vera bara frekar lélegir. Það náttúrulega er kannski fyrir áhorfendur sem að kannski hafa ekki spila mikið. Þú veist, ef þú hugsar þú tilbaka, þó að þú hafa nú örugglega sjálfsagt lent í villumvandræðum, Jón. Það að lenda snemmi í villumvandræðum, þú ert byrjunarliðsmaður og kannski eins og við erum að tala um Ædor sem er stigahæsti leikmaðurinn í liðinu, en þú þarft að setjast og spila miklu minna þú svanur. Hvað gerir þetta fyrir taktinn hjá þér í leiknum? Já, ég er náttúrulega ekkert vanur því að vera byrjunarliðsmaður. Já, einmitt. En ég meina þetta rugglar náttúrulega öllu. Ég meina þú ert vanur að fara inn í alla leiki einhvern veginn og spila fyrstu 12 mínúturnar eða fyrstu 8 mínúturnar eða eitthvað og svo ert allt í henni komin á bekkinn og situr meiri partin af fyrri hálfleik og svo einhvern veginn kemur inn á og farið aftur. Þá ertu í rauninni ekki, þá þetta byrja aftur að byggja upp hennar rytma og... Já, það er svona, þetta er ekki, það finnst engum þetta þægild allavega sko. Nei. En ég, svona, Skagamenn er líka búin að vera frekar lélegir sko. Já, það er að hafa tekið... 3 af 14 í þryggjastæðaskotum, sko, þetta er bara... Það er ekki gott á heimavelli. Nei. Þannig að þeir eru ekkert að glimra að leika eitthvað heldur, sko. Það væri... Ég hefði meira áhyggjur ef að þeir væri búin að einhvern veginn svona vera að skjótur öllum sílindurinn, en það er nú alls ekki málið, sko. Nei, þetta er... En sjáum að Ólafur byrjar síðara hálfleikinn hérna, Ólafur Snær. Já, stæðum fyrir Marino. Já, og bara réttilega. Algjörlega. Ædor, Kinjón til varnar. Fín sprengi. Já, það er flott frákast hjá Malik. Úkislega vel gert hjá Ædor samt, sko. Mjög svo. Sprengdi fram hjá Kinjón og öllum mönnum. Já, hann verðist nú nefnilega hafa alveg svolítinn gorm í hælunum. Lucien. Með bakið í körfuna, kemst inn að körfunni Lucien og þá er ekki að spyrja því. Greinilega með einhver kíló á Ædor hana. Já, Ædor eitthvað að segja að fá ekki fjórðu villuna og eitthvað. En eins og þarna, ég meina, hann gefur honum þetta bara. Já. Þú getur alveg reynd að spila heiðilega á vörn og hérna, hann bara labba frá honum. Svo er hann býr sér til pláss hana. Kristoffer vildi nú meina að það var svona nettur olbói, en ég er kannski... Það fór hann allavega alveg að mörkunum, myndi ég halda. Serjan, logi til varnar og reynir að leita Lucien aftur, Viktor í sveifluskot. Þetta er minn maður. Yfir Malik. Líkur snillingur, sko. Það er hérna, Gummi í keilunni er að reyna að agitera fyrir því að Viktor sé 3. Adolfsson-bróðir. Óli, Steinar og Viktor. Og Gummi hefur sagt meiri vitleys en það, sko. Það er laumsónur Adolfsson-mannana maður. Já, það er kannski verðt að kanna það mál. Allir þrælmyndalegir og hávaxnir, sko. Kinjón inn að körfunni út í horni á Kristoffer, boltinn gengur vel, Serjan í opinn þrist en hann er skakkur og Ædor tekur frákastið. Það er 0-5 í þristum, Serjan. Það er ekki eitthvað sem við eigum að venjast þetta. Og Ólafur hins vegar misnotar þetta og Kristoffer nær ekki að grípa þennan. Já, þetta er... Einhvern veginn líður mér eins og þeir séu konum með hrúa á sóknarfrákastum. Ekki getur það verið. Mér fannst þetta, nei, Blikarnir fannst. Já. 9 samkvæmt statinu núna. Það er mikið smá. Malik missi boltan úr höndunum hana.
Ég finnst einhvern veginn Viktor búinn að vera frákasta vel einhvern veginn. Já. 9 sóknarfrákast í fyrra hálfleik. Þetta er ekki frábært. Nei. En Skaginn enda með frumkvæðið, 48-42. Kenyon á Lucien og fer í flotskotið af spjaldinu, ekki onni. Ólafur Snær kemur þá, hótar skotinu, hættir við. En Ólafur Snær má samt ekki verða eitthvað passív. Það er enginn að borga sinna til að sjá hann passíva. Viktor fer í árásina. Svona einhvern veginn náðan að halda boltanum í gegnum þetta allt saman. Og minnka munin í 4 stig. Já. Nú þurfum við að... Mjög gott. Serjan fær þennan af vítalínunni. Geggjað. Hvernig hann les þarna varnarmanni. Ég veit ekki hvort að fólk tók eftir því. Hann var að velja sér skrín. Fekk skrín frá Viktori. Maður bjóstu honum út fyrir þryggjastilínuna en þá lesa hann einhvern veginn hlaupið á manninum og keyrir inn á vítalínunum og setur hann niður. Bara frábær sóknarmaður. Hann er það. Trúlega öflugur. Ólafur, Kenyon til varnar, hann kastar boltanum bara í Kristófer og hann endar hjá Soran í horninu. Skakkur og Kenyon rífur það niður. Serjan inn að körfunni og setur hann niður og skor! Fær vítaauki! Serjan stóð í hannum, þessi hugprúði grunnskólastarfsmaður er geggjaður. Ég finnst hérna hann Lucien, Kristófer, þessir aðeins eldri mennir í liðinu. Mér finnst það svo ógeðslega mikilvægur. Þeir finna einhvern veginn, Lucien finnur alltaf einhverja körfur og Kristófer finnur alltaf einhverja körfur. Sertan gerir þetta svona jafnt og þétt yfir leikinn og þetta er svo krúsjál. Já. Aitor ræðist inn að körfunni og fær villina á Lucien hann aðeins svona, hann er að ná svona einhverjum takti, allavega komið með svona pílu blóð á tennurnar. Aitor í síðari hálfleik, allavega er hann að reyna að láta til sín taka. Þannig allavega hann er snöggur og er hættur við að reyna að koma sér upp á körfunni en Skaginn út að finna einhverja lausnir á þessu. Já. Það er ekkert óstöðandi, sko. Nei, en gríðarlega kvikur. Ekkert ósvipaðar hreyfingar og maður sér hjá Kenyon Hodges sem finnst einhvern veginn svo er ekki Kenyon örlítið hávaxnari. Svona að sjá. Svo hátt hár. Já, hann er með hátt hár til að bæta upp það sem hann upp á vantar. Það er svona þunglindur á hári hjá Kenyon einhvern veginn. Já. Nú vil ég sjá Skagamenn reyna að blanda saman nokkrum stoppum og svo því að skora hinum megin, sko. Kenyon fer í árásina á Ólaf og hann á að geta gert miklu meira af þessu. Líka að geta eiga í hann á þessu, sko. Já, af því að líka, sko, mann langar eiginlega að sjá hann gera svolítið. Við myndumst nú á það henni fyrra líka því að Ólafur er aðeins búinn að vera að reyna að leika sér að kýta í hann. Já, akkurat. Viktor, það var kannski sjaldgæft að sjá, hann fer af fótunum hann. Já, það er ekki mikið fyrir það að hoppa. En þetta var eins og frábær vörn til Lucien. Þarna bara neitar hann Aitor að fá boltann. Hann reyndi þarna þrisvar og hann var alltaf með. Kristófer, loksins fengum við þrist frá Kristó! Það voru þristarnir aðeins að þetta hérna. Já, ég var einmitt að tala við einn af gárungunum í stúkunni hérna í hálfleiknum og voru meðal annars að ræða Kristófer sem að einmitt getur allt í hennu dottið í bara, hann er með 0 stig og svo bara líður eitt leikluti, hann er konið 16, skilur við, hann er svona allavega sáum við þarna gott skot og Viktor fær hann ekki eða hvað, Kenyon, nei hann finnur hann ekki, slök sending, heppinn, Kenyon fer í árásina og villa dæmt á Malik, heppinn kannski þetta Kenyon. Já, þetta var ekki fallið sóknin, en útkomin er niðurstaðan. Styrmir kemur inn á fyrir Lucien. Hvað var þetta? Þriðja á Malik. Já. Við erum svona heldur í meiri villivandræðum, blikarnir heldur en Skagamenn. Júli kom inn á fyrir Lucien. Venjulega hefur Júli verið að leysa. Já, Styrmir kom líka inn á. Já, fyrir Sertan. Júli kemur inn á fyrir Sertan.
Kynjón misnotaði fyrra vítið. Síðara líka. Þetta er ekki jákvæð. Vítanýtingin ekki verið góð hjá Skaganum. Og í rauninni bara ekki góð á þessu tímabili, myndi ég segja. Ef það er undir 70% að það getur ekki verið að það sé ásættanlegt. Ekki flott í heilið. Þeir undir 70 í vetur. Já, ef ég man rétt, ég fór yfir þetta hérna fyrir leik. Þegar ég var ennþá að grilla. Já. Ég lista hann var góðum mólum þá. Já. Viktor út á Július, hann finnur Styrmir, hikar aðeins, Kristófer, 5 sekundur á klukkunni, glæsileg karfa! Þetta var þristur! Ef að kalla hann Kristófer, hvernig væri það? Logi í sinni einn þrist hérna, svo langur og hvað, það er tæknivilla á bekkinn á Hrafn Kristjánsson, hann var búinn að fá aðvörunina og enda sjáum við að hann er komin vel út fyrir sinn boðvang, eins og það er kallað í fótboltanum allavega. Ég er ekki viss hvort að það er sama heiti á því. Sko, Hrafn á ekkert gott skilið, höfum það alveg á hreinu. Það er bara svoleiðis. Búm. Hann plataði með sér á fótboltaleik í Englandi og létum setja Liverpool meginn í 7-0 sigri Liverpool. Á móti hverjum fyrir ekki? Á móti Manchester maður. Já. Ég er nú ekki harðasti Manchester maður. Ekki harðasti Manchester maður. Þetta var alveg hundöðilega 90 mínútur. En þegar þú sagðir þetta, þá hélt ég í alvörinu að við værum að tala um miklu alvarlegra. Þú var svo alvarlegur á svipinn. Mikið alvarlegra. Þetta er bara höfuðsynd, sko. Já. Hann vissi alveg hvernig þetta farið og... Já, en Hrafn átti hérna töluvert langt samtal við dómarinn leiksins. Kristófer heldur áfram að malla sallinstigum. Þetta er samt það sem þú sagðir að hann getur legið í núllinu og svo allt í hennu bara svona þeir reyna að móka eitthvað aðeins inn og... Já, hann er komið 7 stig á þessum rétt rúmum 5 mínútum hérna í þessum leikluta. Kynjón í langt tveggjastega, Viktor tekur sóknar frákastið og þannig nú hrinding eða hvað, fékk ekki. Hann allavega vildi meina að Malik væri hérna aðeins að hefði ítt við sér. Ég er ekki frá því að það hafi verið rétt, þetta var mjög furðulegt hvernig Viktor einhvern veginn skildi við þessa sókn. Bóknaði einhvern veginn niður. Marino gerir sig kláran hjá Blikum. Ég er hrifinn af þessu. Þarna setja Júlla á Cartwright. Já. Það er til að pönkast í honum og hafa Viktor á Loga. Kristófer á Soran. Já, það er... Logi fer í árásina. Fín vörð, Július. Og Július missir hann frá sér. Hendir sér á hann. Cartwright gerir það líka. Soran, Logi, þetta var Kynjón ekki langt frá því að stela það. Styrmir eins og hann hirði boltan. Kynjón er með honum. Setti hann í spjaldið eitthvað? Nei. Viktor. Þetta var hann með Marino. Ef sendingin hefði komist á hann, þá var þetta... Wow! Þvílík vörð hjá Kynjón Hodges! Gefið á hann. Bara... Já, hér, hann hættir ekki að koma mér á óvart þessi drengur. Óskar komin í vandræði, finnur Július sem hann nær ekki að skila þessu niður, óöppin hann að Július. Og brýtur síðan af sér. Og hvað er það þá? Önnur liðsvillan á IA. Eða hvað? Í þessum fjórðungi. Þeir skipta svona á Skagamenni, að eiga svona skorpur. Já. Og þegar þú ert með svona mörg vopna þá skiptir minna máli þegar einhver dettur niður í 10 mínútur og... Já, ég menna við sjáum hérna Sertan sem að spilaði nú vel hérna fyrri hlutan mjög, og ég syns í rauninni í öðrun leikluta, hann átti annan leikluta myndum við segja, og byrjunin á þriðja með 16 stiga eftir Skagamanna. Lucien skoraði 9 stig í öðrun leikluta einnig og er með 11 stig. Viktor er með 11 stig, það hefur verið svona meira jafnt hjá honum. Kristófer hins vegar með 9 stig í þessum leikluta. Kynjón Hodges með 9 stig, þetta er mjög jafnt eins og í rauninni bara hefur verið í vetur. Það er engin svona einhvern veginn hérna Zachary Gianmarco Warren sem er bara með 44 og svo næsti með 5, skilur við, eins og þetta var hérna fyrir nokkrum árum síðan.
en mikið var það skemmtilegt. Já, horfa á hann. skemmtikraftur maður. Já, þvílít. En Malik Cartwright er stigahæstur, Blika með 14. Ólafur Snær hefur svolítið staldra við í 11 stigunum. Soran með 7 og Aitor 6. Þetta er skotiðingin hjá Malik. Það líður eins og hann hérna... Sjáum þetta. Malik. 7-13. 7-13 í 2 stiga. Já, 2 turnaður. Þetta er nú bara ljómandi fínt sko. Já. En má ekki bara lemja hann aðeins meira, hann er 0-2 í vítum og... Það er mögulegt sko. Þetta Júli farið í þetta verkefni. Nei, hann er út af. 4. Já. Við sem að leysa þetta. Leysa þessu gátið. Cartwright ættir náttúrulega svo sem ekki þekkt fyrir vítaskotin. Nei. Ægur kemur upp og Júli er þarna á Soran það í staðinn sem er flott. Já. Kenyon til varnar, gerir þetta geggjuvörd sko. Já, er þetta bara töfrana. Já. Styrmir. Finnur Július og það er slegið spjaldið og það karfa góð. Og Július fær þessi 2 stig skráð á sig. Hlaupa gólfi vel hérna. Það má ekki lemja í spjaldið. Nei. Og hann á að vita það. Það er allstað bannað. Marino, Styrmir með þjættavörn á honum. Kemur honum á Soran við ítaleg Soran og Július brýtur á honum. Á gólfinu. Fín villa í róla. Já, þetta er hvað þriðja villan. Liðsvillan á IA. Þetta er 3. jóla líka. Líklega. Nei, þetta er önnur. Önnur villan á Július. Logi fyrir að velli og Ragnar kemur inn á í staðinn. Ég er sjálfur áhugamaður það að menn nýti villinu sína vel. Já. Og svona káf eftir sókna frákast og eitthvað svona, ég þoli það ekki. Nei. Soran geggjuð vörn hjá Viktor er frábærlega gert. Talandi að setja niður erfið skot, Soran gerir það hér. Og Kenyon og Marino til varnar. Sertan fer í skotið og setur það niður. Veigar hleypur hann að vara koll þetta en ekkert á það neitt. Marino 13 stiga munur. Nú erum við aftur að sjá svona rönn þar sem að Skagaliði nær þessum 10+ stiga mun. Og haldið nú áfram. Styrmir hótar þristinum, hættir við, kemur inn í tegin hér og róðið. Sertan, það er 11 á klukkunni. Sertan fær hindrunna, fer í árásina út í hornið á Styrmi. Styrmir 4 sekúndur á klukkunni. Frábær hreyfing á Styrmi og uppinn að setja þetta ekki niður. Viktor með sóknar frákast. Sertan keyrir inn, setur hann út á Styrmi. Styrmir fer í skotið, aftur og stuttur. Viktor í baráttinu og villa dæmd á Soran eða hvað. Já, frábær skilaboð frá Óskari, heyrður þetta? Já. Haltu áfram að skjóta þessu, þetta er það sem að Skitta vill fá að heyra þegar þeir eru að misnota skot. Já, bara, mér sé ömulega Skittur líka bara. Já. Nei, ef þú ert ekki með sjálfstreyst, þá eru bara miklu minni líkur að þetta færi honi. Og að fá svona opinberlega tristi frá sjálfrann, held ég að sé alltaf gott sko. Já. Aron kemur inn á, Viktor fær hvíldina væntanlega fram að 4. leikluta. Já, ég sagði það. Aron á Sertan, 10 á skotklukkunni, fær hindruna frá Júliusi, frábærlega gert hjá Sertan, gott skot en... Hann má klúra þessi skot í allan dag sko. Þetta er bara geggja skot og... eins og ég segja, ótrúlega lunginn að lesa skrínið sem hann fær og varnarmanninn, Ragnar í þristinn. Hérna tala Styrmir og Aron ekki alveg nóg vel saman. Nei. Og besta skittan í hinliðinu fær hérna opinn skot eftir eina hindrun sko. Styrmir, sko, þetta er svona skólabókardæmi svolítið að dribbla upp eftir hliðalínunni er vafasamur leikur sko. Þetta er kæruleysislegt. Aftur komin í 13 stig, þá finnst mér eins og að grípa eitthvað kæruleysi sig í heimaliðinu. Ég vil sjá vörðina halda. Við getum lifað þessu mikið af ömulegum sóknum ef að vörðin heldur. Já. Og eins og þetta, gera þetta erfitt fyrir það og gera þetta leiðilegt og Lucien kemur inn á fyrir Kenyon sem hann fær vantanlega að setja fram þá að eitthvað segir mér að hann og Viktor byrji báði 4. leiklutan. Já, það kom allavega mjög snemma inn.
Styrmir á Lucien. Það bara. Já, Marino náttúrulega er á 3 villum. Skiptaðir Lucien á Ragnar. Lucien fær boltan aftur í hendurnar og villan núna dæmt á Marino, sýnist mér. Ég sá þetta ekki, en ef maður brauta á hann þarna, þá er það alveg umulig villa. Lucien var komin í alls konar vandræðir. Já, nú sá ég ekki, það er skipting, hann þarf svolítið að sitja í kvöld. Já. Marino, Ólafur kemur aftur inn á. Og Serjan fær hann úr innkastinu, geggja skrín hjá Júlíusi og villa síðan dæmt á Ragnar. Og þetta það er skotréttur væntanlega, eða hvað? Jú, það eru 2 víti sem að Serjan Stojanovic fær, hérna getur aukið munin í 12 stig. Minnst ekki það er svona smá eitthvað skrítin ork í leiknum. Blikarnir eru alveg ógeðslega pirraðir. Ógeðslega pirraðir. Og Skagamenn eru svona smá eitthvað aðeins og rólegir að mér finnst sko, því að þegar hitliðið byrjar að pirra svona þá kom hann alltaf bara svona klára leikinn. Já, einmitt. Og svona aðeins að valta yfir á. Já, en skrítin þessi ró Skagamanna í bland við pirring Blikana. Já, akkurat ég skil. Skrítin kemistri að Fjölnismenn konu með öruggan sigur í Höfn á Selfossi, 171 er staðan þar. Veigar út á Cartwright, Ólafur hver að hingra og út í hornið á Veigar í þristinn, geggja, þetta var fallið sókn hjá Blikum. Og hvað er þarna? Hann tók boltan eftir skoruðukörfuna og gefur á dómarann. Já, í staðin fyrir að gefa á innkast manninu. Já, bara ekki taka boltan og láta hann í friði eða sóknarmaðurinn. Það var spurningan klukkunni verður henni breytt, 11,7, væntanlega, 13. Það var orðið vel þjálfað rittaraborðið hjá okkur. Já, það var Viktor inn á strax. Já. Styrmir, geggjað gert! Styrmir Jónasson! Malik Cartwright fer í þristinn, ekki langt frá því, geggjuð! Geggjaður sprettur á Styrmir þarna. Það er mikilvægt líka, einhvern veginn komið undir 10 stigin og hann bara móka sér fram með þeim rólega. Já, þetta voru stig númer 5 og 6 á Styrmi. Já, ég meina, að fara inn, það munar, þetta er svona, þessi sálfræðimun, 2 stafa munur skulum við segja, 11 eða 9 stig, það er hellingsmunur þarna á. Og svo er líka bara, ég menna, þetta er líka bara eins og í yngri flokkunum að þeir sem skora senasta marki í leiknum að þeir vinna yfirleitt leikinn í hausnum sko. Og þetta koma svona inn í leiklutarskipti eftir svona lokasókn, þetta er alltaf, mann líður alltaf betur sko. Já, ég var rétt að segja að það eru 10 sekúndur eftir á Selfossi. Þar eru Fjölnismenn að vinna meir en 30 stiga sigur, 103-71 er staðan þar. Í Borgarnesi eru heimamenn bara með nokkuð þægilega leik þegar 7 mínútur eru eftir, 85-66 gegn Snæfellingum. Og við kíkjum á... Ármenninga 2 yfir, á móti KFG eða ekki? Hvað sér þau? Ármenninga 2 yfir. Herðu já, sáleikur er hafinn. Ármann 15, KFG 13. Talandum, já því ég misti að þér hérna svolítið fyrirleik, deildin, eins og hún er að spilast. Við erum með Ármann Sindra í efstu sætunum. Í fyrra vissu allir hvaða lið færu nánast bara frá upphafi. Ég vildi halda því fram á hann að það sæi maður ekki í dag, ertu sammálaðið? Ég nefnilega, mér deildin bara mjög opinn. Bara einhvern veginn, ekkert að liðunum eitthvað sérstaklega ömurlegast og ekkert að liðunum eitthvað sérstaklega langt best og einhvern veginn það er bara átt á flestum stöðum og jú, Ármann og Sindri hafa verið bestir hingað til og eiga skilja að vera. Ólafur með að geggja vörn þarna. Hvern endar Ragnar næra að halda þessum inn á. Ólafur og Lucien brýtur á honum. Pirraður þarna Lucien. Strax kominn liðsvilla þarna. Já, hann var pirraður að láta hann hirða af sér boltan hérna á miðlínunni. Fannst hann örugglega að hafa átt að fá aðeins meir út úr þessu heldur en bara að tapa hann bolta.
Það verður spennandi að sjá hvort að Blikar ná smá árás hérna í upphafi fjórða leikhlutans. Ragnar Ólafur í erfiðan þrist og það er aftur eiga Blikar innkastið eftir þetta uppkast. Þannig að hann kastar ágætlega fyrir þessu. Já. Það er ágæti stöðu á Viktor og Viktor gerði þetta líka vel að Veigar og fín vörn núna hjá Skaganum. Ragnar og Cartwright fer á Viktor. Þetta væri ég til að sjá aftur ef einhver möguleik er. Og tæknivill á Lucien. Það er mjög skrítið. Nei, við náum ekki að sjá þetta aftur. Því þarna þegar Cartwright fer upp þá fer hann með öxlina hressilega undan sér í andlitið á Viktori og það er það sem Lucien er bregðast við, held ég. Já, hann og Lucien alltaf bara á að gera þetta. Já. Þegar eitthvað svona gerist þá finnst mér að einhver eigi að mæta í andlitið á hann og maður segja að þetta sé ekki lægi. Og ég er ekkert einu svona að segja að þetta hafi verið sóknarvilla eða neitt, sko. Ég sá þetta ekki það vel, sko. En við hljótum eiga á boltan. Já, væntanlega, já. En hérna, já, ég er hrifinn af þessu á Lucien. Og mér finnst vera að það er svona ansi fínt svona liðsbragur á ÍR-lið. Já, ég sammála því nefnilega. Það er að vera duglegir að fagna. Og Skaginn hlýtur að eiga þennan, nei, Skaginn á ekki þennan. Já, smá svona, allavega það er einhver vilji í Blikaliðinu núna sem er greinilegur. Já. Og nú þurfa menn alltaf bara Skagalið að passa líka að bregðast ekki ranglega við. Cartwright þarf að bakka Serdaninn hérna. Alexander fer í árásina á Styrmi. Styrmi verst þessu vel. Alexander í erfitt skot. Serdan með frákastið. Serdan með hann langan fram á Viktor sem að treður þessu þægilega hárnákvæm sending yfir Ólaf Snæ. En þetta er alltaf, það byrjar allt í vörðinni á Skagam. Það er einhvern veginn leið og þau byrja að ná svona ókeypiskörfum að það skiptir svo miklu máli. Já, Alexander í þristinn, Skakkur, Lucien með frákastið. Við sættum okkur alveg við þetta. Já, þetta er ekkert, við erum ekkert ósamálega. Skemmtilega gert hjá Lucien og villa dæmt á, á Cartwright, eða hvað? Erum við sammála því? Ég er ekki viss. Ég held jafnvel að maður dæma á Lucien. En þá kallar Hrafn strax á Ædor og Soran. Fjórða villan líklega á Malik Cartwright, já. Og Lucien fer af velli, Kinyon kemur ferskur inn. Og góð vörn hjá, nei, ekki góð vörn hjá Soran. Soran fær villu hér. Búið að vera töluvert svona, já það er ákveðin, það er svona spenna. Ég held að einhvern sko næstu, segjum ef að Blikar myndu skora næstu 5-6 stig, þá væri þessi leikur algjör upp í loft. En ef að Skaginn hins vegar skorar þessi næstu 5-6 stig, þá geti hann verið bara dauður í rauninni. En ég held að sé svolítið mikilvægt fyrir Skagamenn einmitt að standa af sér svona þennan ákafa sem að Blikarnir hafa sýnt þessar fyrstu 2 mínútur í þessu leikluta. Já, þeir þurfa líka bara að vera hakandi varnarlega. Þeir mega ekki fara að hleypa einhverjum fínum skiptum. Þetta er nú peysutók hérna. Aron fer í árásina og vill að þarna hvað? Nei, Ragnar slær boltan. Kinyon nær að stoppa Ólaf. Og Ædor í þristinn, Skakkur, Viktor með frákast. Það er sem ég ætla að segja að sko, Skagamenn verða að passa upp á að hleypa þeim ekki upp í ykkur að opna þrista hjá góðum skiptum. Sko. Sertan yfir á Kinyon undir á Viktor og þeir bara brjóta á Viktori. Veigar dæmdur brotlegur og innkast.
Viktor Grey svona smá lendi því núna, hann svona eins og hrekkjusvín í sandkassanum að það alltaf dæmt svona aðeins seinna þegar verið að brjóta honum heldur en á öðrum einhvern veginn. Kinyon í vandræðum að koma honum inn á 5 sekúndur. Já, það þurfti 1 sekúndu viðbútt. Já, en getur borgað sig einmitt að bara ofhugsa þetta ekki, bara að senda á mann þegar hann opinn. Já. Hann var alveg búinn að fá tækifærin til að senda, en kannski var of mikið að veltaði fyrir sér hversu góð svo sending væri. Soran hótar þristinum, fyrir inn að körfunni, flott skot frá honum og Aron í smá vandræðum hann. Það var svona flott vörðningar. Og sjáum, serðu varnarleikinn hjá Veigari. Þetta dæmdu bara á þetta. Já. Hann í rauninni að bíða svolítið eftir í þarna, myndi ég segja, að Viktor brjóti á móti. Og þarna Serjan í rauninni hefði alveg hæglega getað fengið villu þarna. Það er spurning hvort að þessi kvartanir Hrafns, þetta er það sem að reyndir þjálfarar gera, þeir geta búið sér til pínu svona. Og ég hefði á tilfinningunni að það sé akkurat að gerast núna, eins og vörnin sem er verið að spila á Viktori. Þetta er ömuleg vörn og það á ekki að leyfa mönnum að komast upp með þetta. Dæmdu bara á hann og þá var hann komin í 4 liðsvillur, þá gerir hann þetta ekkert aftur og þá ertu búin að koma þessu út úr leiknum. Í staðinn fyrir að þú einhvern veginn ætlar að leyfa mönnum að kljást og einhverjum svona ömulegar afsakanir og þá endar þetta í einhverjum svona bulli. Skamin fari eitthvað að reyna að finna sér einhverja villu og sækja hann og eitthvað. Það finnst öllum þetta leiðilegt. Og þetta líka sko býður alveg hættunni heim, skilur, að Viktor eða hvort sem það er Viktor eða einhver annar, að maður hefur svona, þegar þetta fær að viðgangast þá fara stundum olnbogar á stað og einhver svona hefnibrot og hrindingar, skilur við, þar sem að sá sem broti var á verður sá brotlegi, skilur við hvað ég meina. Við þekkjum alveg svoleiðis leikmenn sem hafa oft svona lent í þeim, ég ætla ekki að nefna neina og oftar en ekki þá málar upp sem vondikallinn, skilur við. Það er samt, dómarinn verða að vera vakandi á þessu, það auðvitað að lefa mönnum eitthvað aðeins. En þegar þetta er orðið svona, ég menn, hann liggur bara á honum, peysutók, rindingar með báðum höndum. Þetta er bara glata. Já, þetta er bara skilaboð okkar til þeirra dómara sem eru að horfa eða munu að horfa á þetta. Já, en þeir eru búin að vera mjög fínir. Frábærir. Og bara ekkert upp á það að klaga, nema bara svona smá töð. Já. Algjörlega. Við erum að rýna til gagns. Við erum bara að taka það skýrt fram. Við erum ekki að reyna að rakka neitt niður. Það er komað í svæðið inn maður. Já, það er bara svæðisvörð. Styrmir ætlar að refsa þeim strax fyrir það. Tekst ekki. Það er partí. Aitor fer í árásina. Ragnar í þristinn. Aðeins og langur. Ólafur með frákastið og kemur síðan inn á aftur. Það er fín barátta þarna í Ólafi. En þetta er alveg típiskur Hrafn að koma í einhverju svona svæði inn úr leikliði. Já, Kristófer þarna vaðandi frýr undir körfunni, Kinyon opinn hérna út á kantinum, aðeins og stuttur. Það er svo flott, þeir eru bara að fá fínt hérna skot á móti svæðinu. Og Serjan brýtur á Aitor. Já. Og það er þá bara önnur liðsvillan á Skagan, það er sleppur til. Önnur á Serjan líka. Ég veit ekki alveg hvað hann var að vanda þessu svona mikið að brjóta á hann. Nei, kannski bara vill ekki eiga villur inni, ég veit það ekki. Já, það er alls konar. Ólafur, frábær vörn hjá Styrmi, hann þarf að breyta skotinu þarna. Og Viktor rífur þetta frákast í sig. 6 mínútur eftir, 9 stiga munur. Blikum ekki ennþá alveg að takast að minnka munina einhverju viti, en þeir hafa hins vegar svona svolítið stöðvað stigaskorun Skagans með þessu svæðisvarnardæmi sinu. Kinyon í árásina geggjar. Hann er bara að gera miklu meira af þessu maður. Hann getur þetta alveg, sko. Það er kannski vandinn þegar að leikmenn eins og hann koma beint úr háskóla, þar sem þeir voru háskólaboltinn í Bandaríkjunum oftar en ekki svolítið mikil liðsíþrótt. Þeir þurfa kannski nokkur ár til að læra að hann er aðalgaurinn, eða á að vera það. Já, og getur verið það. Já. Af því að maður sér það alveg, það býr ótrúlega mikið í þessum strák. En hann er ennþá svolítið, já, ég meina,
eins og maður segir, teamplayer Kristoffer geggjað Sending maður. Seldan Stojanovic, ég ætla að vona hann fái þessa skráða og Þetta var eins og góð villu. hver var það sem fekk þessa? Styrmir. Já, hann liðsvilla númer 3 þá á Skagan. Já, þessi verið fyrir. Kemur Logi aftur inn á fyrir Veigar. 10 stiga munur, 5 mínútur rétt rúmar eftir. Já, flott. Ætor og skipta á þessu núna. Kristoffer, Ætor gríðarlega snöggur út í hornið á Loga. Logi fer síðan í árásina. Boltinn endar hjá Ólafi, en samt þarna, Viktor, hann þarf að breyta skotinu það mikið að hann bara fer út fyrir meirinn út fyrir þægindaræman, hann bara var komin í sársökamörk hérna. Það finnst engum gaman að skjóta í kringum þess að Adolfsson ræður hérna. Þetta eru hörku varnamenn. Og villan Ólaf á gólfinu, en þetta er 4. liðsvillan á Blika. Já, Skaginn komið bónus. Það er í næst þá að tala. Já, geggjað. Af hverju gera þeir þetta? Hann er ekkert svona snögg. Nei. Þeir þurfa ekkert að vera. Það er brotið svo ógeðslega mikið á honum á skrýttum stöðum. Og jú, hann svo sem sækir alveg snertingu og oft dæmaður ekki, en eins og þarna einhvern veginn bara að vera að brjóta á hann þegar hann er að dræfa eitthvað á þá. Já. Heiði, Malik kemur inn á fyrir Raka. Já. Það er svona seinast effortið, hann er á 4 villum og nú ætlar að reyna að taka hérna eina skorpu á sínum sterkustu hestum. Ég kann nú ekki vel við það að horfa á Seldan missa víti. Næsti heimaleikur Skagamanna er gegn Fjölni 29. nóvember. Vek athygli á því, hann verður sjálfsög í beinni útsendingu hérna og síðan síðasti leikur fyrir jól 13. desember gegn Selfossi. Ég ætla að gera bara kröfu 4 stig út úr þeim leikjum. Hvað er það? Fjölnir og Selfoss? Fjölnir og Selfoss. Já. Ég finnst þetta Fjölnisliðir reyndar, það er miklu betra heldur en það er búið að sína. Já. Og það er hættulegir. Sko, þetta er náttúrulega þessi deild hefur breyst rosalega mikið eftir að úr var þessi 8 liða með úrslitakeppni. Já. Þannig að, þú veist, lið eins og einmitt Fjölnir, þeir eru ekkert að missa eitthvað svefn þó að þeir sé að byrja tímabili frekar hægt og þú ert með þjálfar eins og Borsi þar. Já. Og í rauninni mjög sprækan leikmannahóp sem að Ég samt sko, þeir hljóta að hafa áhyggjur. Já, sko þeir fá til sín Ég bjóst við meira af þeim, ég verð að viðurkenna það. Þeir fá til sín bara geggjuð vörn hjá Viktori. Það er svo erfitt að skjóta yfir hann. Já, en akkurat Fjölnir fá til sín, skilur 2 úrvalsdeildar Íslendinga, bara Artur Freyr og Gunnar Óla og einhvern veginn halda öðrum nema Viktor Stefánsen auðvitað. En og eru lélegri. Viktor kemst inn að körfunni, ekkert mál. Malik náttúrulega á 4 villum. Getur raun ekkert gert, þetta er skynsamlega gert hjá Skaganum að fara hann inn á hann. Og hvað er nú? Stöðva leikli Breiðablik. Munurinn aftur orðinn 13. Og þetta áhlaup sem að, þetta er kannski áhlaupið sem aldrei varð einhvern veginn. Manni fannst eins og að vera á leiðinni. Já. En þeir mega samt ekkert sofna, ég meina það er fullt af körfubolt eftir hérna og þetta er alveg lið sem hefur sýnt að þeir geta farið að skora. Já. Þarna er ég reyndar, þarna gerir Ritarabólið mistök og og þeir eru búin að byrja leikli og þeir leyfa leiknum að fara áfram án þess að Ritarabólið láti vita. Og 100% eðlilegt. Mjög hrifinn af því fóru við þjálfara Breiðabliks og enginn á bekknum með Breiðablik segir neitt við Ritarabólið. Þeir æpaðu þetta á dómarna og þeir bara búin að taka leikli og eitthvað svona.
En láta rita bara í friði, sko. Já, rós á þá. Hrifin af því, sko. Rós fyrir það, alveg klálega frá okkur hér. Serdan Stojanovic stigahæstur Skagamanna með 21. Frábær leikur hjá Serdan sem hann náttúrulega misti hálfpartinn af síðasta leiku þetta. Viktor með 13. Kristoffer Már komið með 11, Lucian 11, Kinyon 11. Þetta er bara, er unun að sjá þetta dreiða stigaskor. Malik Cartwright stigahæstur hjá Blikum með 16. Ólafur Snær með 13, Ragnar og Soran með 9, Aitor með 6. Við erum að tala um að þeirra stigahæsti maður Skagaliðinu er búið að takast að halda honum niður í 6 stigum í kvöld sem er auðvitað hluti að því eru villurnar sem hann kannski villivandrar sem hann skapaði sér sjálfur Spila ekki mikið fyrir áleik allavega en staðan þetta er svo sem ekki búin að vera blúsandi sóknarleikur hérna í kvöld sko. Nei stefnir allavega bæði lið skori svona undir pari sem er Skagalið með réttur 90 að meðaltali. Ólafur og Kristoffer tekur hæðan á innanfótar. KFG komnir yfir gegn Ármanni 37-35 er staðan þar. Annar leikluti er komin öllítið á stað. Snæfellingar 15 sekundur eftir. Nei, þeir eru búin að minnka munni í 60 fyrir mig. Ég las þetta vitlaust maður. Skallagrímur sennilega með nú unnið leik þar. 60, já, en staðan þar 92-86. Pétur má sé ekki neitt sérstaklega sáttu með hvernig þeir lokuðu þessum leik. Skallagrímsmenn þar með að fara upp í 60 upp að hlið KVF. En Skagamenn hins vegar að lyfta sér Já, á toppinn mögulega með sigri ef þeir ná að klára þetta. Já, ég þarf að passa mig. Logi setur þetta niður hér. Eins í bollagi þegar hann var búinn að sjá leikinn í Kanada. Já, þeir komu ekki tilbaka til þetta. Þá eru blikar enn í svæðisvörn og aftur gekk ágætlega áðan. Kinyon, Lucien undir á Viktor sem að þetta er nú akkurat það sem svæðisvörnin kannski á að stoppa, hleypa liðum svona nálægt körfunni. En það var þægilegt. Kinyon dæmdu brotlegur og Aitor fer á vítalínunu þá. Ragnar kemur inn á. Önnu villan á Kinyon. Já. Aitor setur þetta niður og það er enn veik von hjá Blikum. Það eru tæpar 3 mínútur og þær geta verið ansi lengi að líða í körfubolta, gleymum því ekki. Það er komin í bónus og vítanýtingin hjá Skagamenn hefur náttúrulega verið ömuleg og hingað til og það getur allt gerst en Skagamenn eiga að geta lokað þessu og það er þeirra að tapa þessu í rauninni. Já. Kristoffer yfir á Lucien og það er spurning líka sko Viktor og Villa á Soran eða hvað? Jú. Já. Og þá fer Viktor á vítalínuna. Nú mitt, já. Og Soran kom með 4. En nú náttúrulega... Heyrði ég ekki rétt á það? Nú ekki foreldrar Viktors á staðnum? Já, það? Held það. Gaman að því. Minnum að það hefði verið núna á þessum leik. Já. Það sýnur sparliðarnar. Já. Sem hann gerir reyndur eiginlega alltaf. Já. Einstak, hann hefur styrkt þetta lið gríðarlega mikið. Ætla ég að segja að þetta er það sem að, svona, að vantaði þessa nærveru í tegin í fyrra. Já. Og Aitor í bölvuðu basli og hvað er? Það er Ingast sem að skæðin á. Frábæra verkinn Lucien. Hann hefur verið langt frá sínu besta Aitor. Í kvöld, já. Já, og það er svo sem örugglega ekkert skemmtilegt að spila hérna á móti Lucien og Styrri og Kinyon. Þetta eru 3 leikmenn sem að leggja metnað í vörnin allavega. Já.
Nú náttúrulega líka sniðugt að spila klukkuna svolítið. Sertan út á Kinyon, Kinyon fer í þristin, beint honi! Leiklokið, er það ekki? Ég ætla að leyfa mér að segja 15 stiga munur hér. En svo nefnilega, þetta fyrir umferðin. Já. Og innbyrðis stigamunur getur skipt máli, sérstaklega hérna á móti liðinum í kringum okkur. Svo er hann í þristin og gerir þetta vel. Þannig að það þýðir ekkert að fara eitthvað. Mér langar að segja að Soran hafi, hvar hefur hann spilað víðar? Ég minnst ég að sé hann víðar en á Sauðárkróki, sko. Þetta er allavega annað hann að sjá Breiðablik og Soran getið Grindavíkur og Sauðárkrók. Já, gott ef ekki. Kristófer í erfitt skot. Sertan tekur frákastið af Ólafi og setur þetta niður. 86-72. En orðið mínum skal ekki taka sem heilugum sannleik. Nei. Frábær vörn, Viktor enn eitt varða skotið. Og Kinyon, heyrðu, hann getur líka tekið leiðið. Og sérðu, hann er komin aftur bara í pressuvörnina. Hann er bara í stuði, Aitor í þristin og Kinyon tekur frákastið. Og þá, þetta er bara komið, svo sem einhvern veginn ef maður lítur tilbaka þá var kannski þetta aldrei spurning, eða hvað? Þú veist. Mér leiði ekkert vel í hálfleik. Nei. Mér fannst einhvern veginn Skagamenn bara að vera lélegir og þeir voru lélegir daginn, alveg sérstaklega lélegir á móti KF. Og einhvern veginn voru lélegir þar í heilan leik. Ég var einhvern veginn alltaf að bíða. En þeir svara þessu ansi vel með sterkum sigri á bara góðu blikaliði. Ég meina þetta er Viktor setur þetta niður. 90 stig komin á. Og hvað er? 24 sekundur. Já. Og hvað er Viktor komið með? 18. 18 stig, 13 frákast. Já, Viktor er sennilega komið með 20 stig, 13 frákast. Sérstaklega fýll leikur hjá hann. Ólafur í þristin. Hann er aðeins kólnað Soran með fínt frákast. Og nú er þetta væntanlega bara driplað út eða hvað? Já, það er glæsilegur sigur á Skaganum. Og fjölmargir áhorfendur Skagans standa upp og klappa fyrir sínu liði hér. Já. Bara virkilega vel að verki verið hérna hjá heimamönnum. Og já, nú ætla ég að taldi ekki þessi síðasta karfa Viktors samkvæmt okkar kokkabókum er staðan 90-74 en á klukkunni í húsinu er ennþá nei, hún er komin í startinu 90-72. Það er verið að laga þetta. Já, 90-74 eru rétt úrslit úr þessum leik. Viktor með rísa leikmann. Já, og já, ég vona að foreldrar hans hafi verið að horfa þetta. Ég ætla bara að segja það eins og er. Það verður allavega að horfa í þetta. Já, ef við förum yfir kannski bara alla skorara í þessum leik þá er náttúrulega stigaskori frábær Sertan með 23, Viktor 20 og þar að auki, hvað sagði ég, mörg fráköst? 13 fráköst, 5 varinn skot. Brotið á Viktor 9. Kinyon með 16 stig, Kristófer Már og Lucien með 11, Styrmir með 6 og Július Duranona með 3. Hjá Blikum var það Malik Cartwright sem var stigahæstur með 16, Soran var með 14, Ólafur Snær með 13, Aitor Johnson með 8, og Ragnar með 9, má ekki gleyma því, Logi með 5 og síðan var Alexander Jan með 4 stig, Veigar Eli með 3 og Marin og Þór með 2. Já. Enda á 10 mínútum, hann fekk ekki meira en það í kvöld. En geggjaður sigur. Eitthvað sem við vilt segja að lokum. Við vorum svo sem búin að fara vel yfir þetta. Þetta var ekki að besta sem við séum hjá Skagaliðinu. En nóg og rúmlega það. Já, ég finna þeir lokuðu sér bara vel. Það var lengi vel bara ekkert sérstaklega frá báðum liðum eiginlega, sko. Ekki nema bara Ólafur og varamennir sem komið þetta innan fyrir Blika í öðru leikum það. Þeir fannst mér vera bestir og svo einhvern veginn bara matla Skagamenn þessu í höfn, sko. Já, næsti leikur Skagamanna er á útivelli gegn Hamri
21. Nóvember. Síðan eins og ég sagði heimaleikur gegn Fjölni 29. og svo eiga eftir útileik 7. desember gegn Ármanni og svo Selfoss hérna heima 13. Úr þessum, ef þú horfir á þessa 4 leiki, skulum segja Hamar, Fjölnir, Ármann, Selfoss, hvað myndir þú vilja sjá mörg stig út úr þessum 4 leikjum? Ég bara sjá 4 sigra sko. En hérna ég meina, hvað er þér raunhætt? Þú veist, hvar séu þú mestu möguleikana hana? Ég alveg glaður með 3 sigra. Og ég er ekkert sérstaklega sáttur með 1 eða 2, en svo þetta bara svo jafnt. Ég meina, við erum bara að spila um þetta Ármann og Fjölni og Hamar einhvern veginn öll lið þarna í kringum okkur nema eiginlega Fjölni sem ég svo sem búinn að segja að ég verið miklu betri heldur en þetta var að sína og hérna og þá er þetta fá lið sem að Ía hefur spilað oftar við heldur en Fjölnir í fyrstu deildinni og hefur ekkert endilega í skalið hefur ekkert alltaf riðið feitum hesti frá leikum gegn Fjölni sko. Nei, ekki undanfarið ná tími til að breyta því held ég sko. En Jón Orri, takk kærlega fyrir samveruna hérna með mér í kvöld. César Óli var að stjórna þessari útsengu. Ég takka honum kærlega fyrir Guðmundur Kvart Einarsson á myndavélinni, Snorri Kristleifsson við undirbúning og uppsetningu hér og að sjálfsögðu alla grafíkvinnuna. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka kærlega fyrir mig og óska ykkur öllum gleðilegar og góðar helgar. Takk fyrir mig. Takk.